Vesturböllin, hann fintar dómarann, hann kemur, hann snýr, hann fer upp vítateiginn og skorar! Yes! Ég bara aðeins að hita upp fyrir aðalgest dagsins í dag. Ég ætla nú ekki að upplýsa alveg strax hver það er, en tákn dagsins geti gefið okkur örlitla vísbendingu hvað hann gerir. Getið ímyndað ykkur hvað tákn dagsins er? Jú, það er einmitt handbolti. Þannig að áður en við fáum Sigga Egger... Nei! Ég meinti áður en við fáum að berja aðalgest dagsins augum, skulum við forvitnast aðeins þessa merkilegu íþrótt, handbolta. Spegill, spegill, herm þú mér? Fróðleik nú ég færi þér. Kíkjum. Fyrir meir en 4000 árum síðan spiluðu egypskir prestar eins konar afbrigði af handbolta utandyra, en þar sem engir voru boltarnir í þá daga notuðu menn hauskúpur. Íþróttin þróaðist og færðist loksinn í hús. 2 mörk, 7 leikmenn í liði og í dag er notaður alveg venjulegur bolti. Já, þá er ég bara komið heilmikið af upplýsingum uppruna handbolta. Jafnvel aðeins meiri upplýsingar en ég kærði En ég ætla alltaf að hita örlítið meira upp fyrir aðalgest dagsins. Þangað til, skulum við kíkja á þetta. Það er komið að Brjálvonum ykkar. Viltu passa þig, Börkur Birgir? Tánoglinn áður hefði getað farið í augað á mér. Hvað, ég er bara aðeins að snýtta á mér neglunar. Er þetta ekki flott? Ha? Ekki flott? Jú, mjög flott. Þú ættir nú frekar að hjálpa mér að snirta neglurnar á trjánum. Ha? Klippa greinar og grisjá svona, svo sólin geti skinið betur á trén. Ha? Já, hvað segiru? Já, snýtta aðeins, já. En að halda sittinni hérna aftanum, tjásaðast hann aðeins hérna uppi. Hvað segiru? Hvað gerðir í sumarfríinu? Hvað get ég gert fyrir þig í dag? Já, þú ætlar að fá grænt skól. Hvernig væri að setja svona dökkgrænt hérna í rótina og aðeins ljósara hér út í endana? Eigum við að hafa það? Já. Má bjóða þér eitthvað að lesa meðan þú ert að bíða? Já, heyrðu, hvernig væri að kíkja hérna á nýjustu greinina hérna í Rabarbarablaðinu? Mjög sniðug. Gjörðu svo vel. Hvað segiru? Já, það er voða fallegt í Þórsmörk, já. En hvað segiru? Túbera hnakkan, já, hann var svolítið stóran, en leyfa börnunum að halda sér, já. Já, þú ætlar að fá burstaklippingu, segiru. Bjóða kaffi? Ekki kaffi, nei. Jæja, flott. Þá erum við bara búnir að snirta allan skóginn. Já, og eins gott, elsku drengurinn minn. Já, maður var hættur að sjá skóginn fyrir trján. Já, alveg hættur að sjá trén fyrir skóginnum. Birgir. Heyrðu, Börkur Birgir, hvað eigum við nú samt að gera við þetta? Við getum ekki haft þetta hér, þetta er svo drastlarulegt. Bittu, leið mér að hugsa. Já. Sorpa! Þú keyrir. Ég keyri. Til Sorpu förum. Já, safnast þegar saman kemur. En hvað gerist nú? Já, fyrst er grasið og trjágreinarnar, fyrst er þetta hakkað, meira svona kurlað, og svo er þetta sett í hauga og svo brotnar þetta niður. Var það að grenja? Nei. Lífræn efni, þau brotna niður og með tíð og tíma þá verða þau að bú. Sorpu! Nei. Moltu! Hvað er nú það? Það er þessi fínasta gróðurmold sem við síðan setjum aftur í beðið. Finnurðu? Ekki góð lykt? Finnurðu? Jú, þetta er alveg mergjað. Segir Börkur Birkir Trjásson. Ég er Reynir Víðir Lyngdal fyrir Trjálfamál í Stundinni okkar í Sorpu með moltu.
Hann fyndar dómaran, hann er kominn, uppteginn og sterkur. Nei, Siggi, blessaður. Sæll, Velkomin í Stundir okkar. Já, takk fyrir að bjóða mér. Já, þetta er sætt aðalgestur, þáttarinn Sigurður Eggertsson. Og Kristu! Ég sé að þú æfir handbolta. Já, svona svolítið, þetta er ekki beint mikið, ég er bara rosalega mikill áhuga maður handbolta, sko. Já. En sko, það er... Já, ég líka. Já, það ekki? Jú. Heyrðu, það er endar eitt, sko, Sko, ég er nú svona búinn að vera að æfa svolítið sjálfur, sko. Mér vantar smá grunn undirstu atriðin. Já. Og var að pæla hvort að þú verið til að kenna mér það, bara svona smá. Já, ég get alveg, kendur þú. Er það ekki? Ég er með bolta fyrir þig. Eru farin að nota bolta? Já, það er nú erfitt að æfa handbolta án bolta. Ég er nú búinn að gera það með mjög fínum árangri. Já, allt í lagi eins og þú vilt, bara. Hvað ætlum við að gera? Sko, getur prófa eitt triks. Já. Það er svona eins og þú veist að þykjast kastunum. En grípur hérna. Já. Nei. Já, fyrir ekki. Já, hérna. Þú veist það var eins og henn. Bara hérna? Já. Nei, þetta er ekki alveg, kanntu ykkur aðra? Þetta er eitthvað skrítið. Já, þessi er kannski lettari. Já. Það er bara svona, fá höndina góða, bara, Já. þú veist, þú kastar svona beint upp. Já, bara beintu. Já, grípur hann bara. Já. Hann er fastur. Já, ég sé það. Þetta er hann komið annan bolta. Já, ég er með hérna, einn viðbútt. Já, alltaf, koma svo, hvað ætlum við að gera næst? Wow! Það er einfalt dribbl. Getur það? Einfalt dribbl, já. Sko, ég er nú meistarinn í dribbli, bara svo vitir það. Já, ok. Með bolta? Nei, ekki með bolta, sko. En það er ekkert mál, við bara notum bolta. Þú vilt hafa bolta. Hvað gerum við? Bara setur hann í gólfið. Já. Nei. Þetta, eins og nenn. Maður sjá, bara dribbla. Já, bara. Heyrðu, þú veist, í alveg, þeir eru eitthvað gallar þessi boltar, í alveg. Það er eitt búinn að festast og þessi skýst eitthvað og það er eitthvað skrítið við það. Má ekki prófa þinni, þið ekki? Jú, prófa þennan. Já. Það ætti að vera í lagi. Allt í lagi. Þetta er, þú verður bara að vanda þig meira. Bara, góðið niður, til þessi styttra. Já. Myndu bara að horfa á boltan. Beint á, já. Alltaf horfa á boltan, og setja hann bara í gólfið. Bara horfa beint á boltan. Og dribbla. Niður, og dribbla. Já. Horfa, og dribbla. Já. Heyrðu, Siggi, er þetta ekki komið fínt æfingu bara? Nei, ekki að... Ha? Nei, við... Prófum kastamilli, það er létt. Þú getur það. Kastamilli? Já. Það er ekkert fast, sko. Nei, bara stutt, bara hérna. Já, ekkert mál. Það er. Bara kasta. Já. Já. Hei. Heyrðu. Já, nú erum við að tala saman, sko. Heyrðu, þetta Nú ertu komið með þetta. Já, prófa að dribbla. Hei! Koma svo, heyrðu, það er greinilega lagi með þennan bolta. Já. Koma svo, já, yfir, og koma svo, já, og hann skorar! Hvað er þýra hérna? Fyrirgefðu! Siggi, ekki bara koma og fá Jú, ég held að það sé best. Komdu, fáðu bara að setja hérna, nú slum við bara spjalla aðeins saman, svona, aðeins róa okkur niður. Heyrðu, Já. en áður en förum út í spjall, Já. þá langar mér að sýna þér atriði sem birtist á skjánum akkurat núna. Nú ættum Heiða að flytja okkur lagið Eldkirtlarnir á disknum Drekasaga. Viltu herra læknir, los úr þessum dreka, ljótan kyrtil sem af eldi spýr. Læknirinn þá tekur skær og hnífa og að gríni drekans hann sér snýr. Rempist við og reynir alla hluti, ráðinn hans þó bragðast hvert og eitt. Upp hann gefst og afar mætur stynur, út þau halda sár og leið og þreytt. Svo fær hann að hugmynd, hæ nú veit ég bara, hrópar hún og fer þá nokkuð geyst. Járnsmiðurinn okkar á svo góðar tengur, óðar að hann getur málið leyst. Járnsmiðurinn játar hress og glaður, ég skal reyna að leysa vandann strax. Upp í drekann, ofur töngan rekur, ákaft togar það mikið baks. En þó hann ómist og taugi, allt stendur fast, og að lokum gefst hann upp og ræskir sig. Ég sé að þetta eru galdrar, já það er sko klárt, þvílíkt hefur aldrei komið fyrir mig.
ljósum brynnir, býsna skelfing leiður, bendir þánan á himininn. Himinblá minn ljómar, loks vorið komið, ljúfa vor með hlýjan ylinn sinn. Himinblá minn ljómar, loks komið vorið, ljúfa vor með hlýjan ylinn sinn. Jæja, velkomin aftur. Við erum sest hérna niður með honum Sigurði Eggertsinni, handboltakappa, kennara og Afríkufara. Ég skal nú útskýra það aðeins betur á eftir. En segðu okkur nú Siggi, hvenær byrjaðu fyrst að hafa áhuga á handbolta? Ég var pínu lítill strákur, sko. Hvað heldur þú að vera gamall? Ég var 5 ára. Með hvaða liðum hefurðu spilað? Geturðu nefnt þú eru svona leikið með mörgum liðum eða ekki? Bæði hérlendis Já. og erlendis. Reyndar hef ég bara verið með einu liði hérna á Íslandi. Bara einu liðið Já, hér? ég hef bara alltaf verið í Val. Já, harður vann Já, bara frá því á 5 ára. Já, alltaf. alltaf Ég bjó Val. í hverfinu og svo bara... En, sem sagt, ég spilaði út í Danmörku. Með hvaða liðið? Það heitir Skanderborg. Skanderborg. Já. Og svo hef ég verið í landsliðinu. Þú verið í landsliðinu. Eins og þú. Já, já. Eins og þú. Já, já. Ég bara býð eftir sín hringingu, sko. Segðu okkur frá því. Þú fókst alla leið til Afríku síðastliðið sumar. Hvað kom til? Hérna, ég veit það ekki alveg. Mér langaði bara eitthvað sem væri svona öðruvísi. Já. Eitthvað sem ég hefði aldrei séð áður. Ég held að væri bara bestið þegar ekki að lýsa svolítið myndra því hann Speil Spiklingason, hann búinn að grafa upp ansi skemmtilega myndir. Sjáðu þið? Já. Sérðu þið? Og hvað erum við að sjá þarna? Þarna ég að klappa litlum fílskunga. Þetta verður sérst munaðarlýsingar hæli fyrir litla fíla. Já. Já. Og gastu bara ætlit fíla það? Já, ég er með 2 í garðinu mínu. Tókstu það með bara? Já. Bara í ferðartöskunni? Já, ég er með 2 risa ferðartöskur. Með svona rana út úr. Já, nákvæmlega. Það er ekki tótt grunnsalegt. Nei. Heyrðu, hvað er hann? Er hann að sleikja þig gírafæri? Já, hann var voða hrifinn af mér, þessi gírafæri. Já, það? Já, hann vildi endilega kissa mig. Þetta er að kissa þig? Já. Býtu, hvaða krakkar þetta heimsækja þarna? Þarna sérst, við stoppum inn í einhverju þorpi. Já. Bara einhver staðar. Ég veit ekkert hverju vorum. Nei. Það var bara lítið þorp og þessi krakkar hefðu aldrei séð hvítan mann áður. Störðu bara á. Nei. Og eins og ég starði líka bara móti. Já. Og já, við fórum hann inn til þeirra. Já. Við erum inn í Moldikóð með þeirra. Býtu, og ég sé að það er, af hverju eru þið reggala inn í húsinu? Hvað er að gerast? Það bara, húsið hélt ekki rigningu. Er það að meina þetta? Það var voða skrítið sko, en þeim var alveg saman. Þau voru þarna voða kátt, glöð og þau voru að syngja, sungu sérst inni. Já. Og voru að biðja sólunum að koma aftur. Voru að biðja sólunum að koma aftur? Já, og það gekk. Það gekk eftir? Já, hún mætti og við löpum bara út í sólskinn. Heyrðu, en hvar sváfið? Við fórum bara út á sléttu með öllum ljónunum og fílánum og öllum þessum hættulegu dýrum hana. Já. Þar bara tjölduð við. Við bara tjölduð? Já. Bara eins og ekkert væri? Já. Bara geti fíll komið og stíða okkur og ljón og borðað okkur og allt saman bara? Já, við reyndum að hugsa sem minnst um það. Já. Já, ég sé að þarna er ljóninni ansi nálægt ykkur. Já. Alveg bara upp við bílana. Gátum bara gefa henni 5. En hver passaði okkur á nætuna? Það var einmitt þessi hver hana. Þessi maður passaði okkur nætuna. Hann var með spjót og eld. Veitu, var það eina sem hann hafði til að passa okkur? Já, við vorum skítrættir maður. En Þannig að ef þetta dugði. Já, það dugði. En ef þú komið 2 ljón, hvað þá? Já, ég pældi ekki. Já, bara með 1 spjót og 1 eld. Úff, þetta hefur verið meira ævintýri, maður. Já, þetta var rosalegt. En segðu mig, hvað var það skrýtnasta sem þú borðaðir í Afríku? Það er auðvelt að svara því. Já, ég át hana krókódíl. Ástu krókódíl? Já. Er það ekki að grínast? Nei, ég hefði haldið að það hefði verið auðvitað. Já, hann ætti frekar að borða þig, já, nákvæmlega. En ég ætla að fá að draga þig í smá ævintýrina rétt og eftir, ef þú til. Eða svona ævintýra þrautir, skulum við segja. En mér langar að biðja þig að kynna næsta atriði. Svona bara æfa þig ef kynni að þú myndir taka við stundun okkar svona einhvern tímann í fremtíðinni. Já. Sérðu, þá horfum við bara þangað og lest hennar texta. Bara hana? Já. Já, þó svo að Björgvin sé svolítið klaufum boltan, þá þekki ég einn sem ennþá meiri klaufin hann. En það er fyrirmyndardrengurinn, hann Sigurður Hlöðver, sem nú farinn að snúa sér að íþróttaþjálfun. Skulum líta þess á það. Sælbörði góð, Sigurður Hlöðver býður ykkur velkomin í þáttinn. Allir vita að íþróttir efla andan og stuðla hreysti. Það má segja að allar íþróttagreinar liggi jafnvel fyrir mér. Hvort heldur í stöðu leikmanns eða dómara.
Já, flott, og strákar, munum bara tvípla, já, grípa, já, já, þetta var handakriki. Komdu hérna, sérna, bopp. Ertu fegin og stress með þessi áminningu, bopp, og sjá, halda vorum að spila. Já, eins og ég sjáu þá dómarastarfið hreint ekki auðvelt og mjög algengt að leikmenn séu hreint ekki sammála dómar í hita leiksins. Það er því mjög mikilvægt, segi ég, að dómarinn á að kalla fram jákvæðar hliðar og hlýlegt viðmót allra leikmanna á vellinum. Það er gert með því að nota réttu spjöldin. Ekki alltaf þessi rauð og gulu spjöld. Það er bara til þess að svekkja leikmenn og æsa þau upp á móti sig. Það getur þessi... Sko, þeir eru greinilega ósáttir og því neyðist ég til að gefa ykkur knússpjaldið. Já, bara knúsa andstæðinginn, eittur á bingo. Sjána, knús. Vistu bara allir knúsast, veitum þú gott að því? Já, ekkert vælt. Sjána, eittur og hópknús. Flott. Allir eftir í leikinn. Og hér dugar ekkert nema harkan sex eins og þið sjáum. Já, sjána, tvípla. Komum að sjána. Hann er meiri gerplu í þetta, sjána. Tvípli, strákar. Það er ekki að vantar að... Sko, það vill oft brenna við að leikmenn séu hreinlega bara þreyttir til að spila eða eitthvað svona slúskaðir og þá það bara að gera eins og Eiður Smári gerir alltaf á Spáni. Það er að taka siesta eða lull miðjan dag. Þetta gengur ekki. Greinilega þreyttir til að spila og ég sé ekkert annað í stöðunni en að gefa ykkur lullaspjaldið. Svona, allir leggja sér nokkra mínútur, smá kríu svona. Sjáss. Komið. Já, það er augljóst að sumir ætla að vera þrjóskar en aðrir við að lúlla og þá var stundum bara að aðstoða aðeins í lúllið. Svona, nú breiðum við bara yfir síðbúðið minn, svona. Og svo byrjum við að lesa, maður sjá. Hvað er þetta hérna? En þá kemur Mangi, segir Einar Áskell. Mangi er leynivinur Einar Áskells. Þetta er kannski bara komið gott. Allt í lagi! Allir eftir í leikinn! Má sjá! Tvípla! Ekki svona högg! Ási! Ekki svona hassi! Strákar, þið geta meitt það! Strákar! Hei! Ég verð árið! Strákar, það er minn! Stopp! Hvað á þetta þýða? Hafið ekki lært neitt af því sem ég kendi ykkur, strákar? Hvað kendi ég ykkur? Maður dribbla varlega, kasta blíðlega. Dribbla varlega, kasta blíðlega. Ekki bara kasta með fruntaskap eitthvað undir lofti og þá getur bara eitthvað slasað sig. Úps, það er hvað, færa ykkur aðeins hérna með á völlin. Komast. Allt í lagi, strákar. Nú ætla ég að kenna ykkur hvernig á að láta boltan svífa í körfuna eins og Michael Jordan með snilligáfunni einni saman. Fylgist þið með. Strákar! Alltaf sjá maður grínið í strákunum. Nú, þátturinn verður það ekki lengri í bili, þá getur næst góða stundir. Strákar, þið verður að hjálpa mér niður! Þetta er ekki fundaleikur! Haldið ekki að Spegli Grímsson hafi gleymt einni mjög mikilvægri mynd hérna af hann og Sigga rétt á hann? Nú? Kíkjum. Geturðu útskýrt fyrir okkur hvað ert þú að gera í fötunum af íþróttaálfunum? Já, ég get útskýrt það. Ég kíkti nefnilega einu sinni í heimsókn til hans, í gameskipið. Já. Í alvöru gameskipið? Já, og hann bauð mér velkominn og ég fekk að móta þessi föt og hann kendi mér svona smá tricks og svona. Kendi hann þér tricks? Já. Kanntu þá að gera einhver sömu tricks og íþróttálfur? Ég bara smá, ekki allt, sko. Geturðu sýnt okkur? Já, ég get tekið eitthvað smá. Hvað hérna geturðu tekið svona, eins og armbauðar hans? Já, svona og... Nei, eitthvað svona. En geturðu gert með annari? Já. Heyrðu. En geturðu staðið á höndum? Já, ég vona það. Hann kunni ennþá. Hann kendi mér alltaf. Já.
Já. Þarna kemur, nei. Góður. Herðu, ég sé að þú ert allavega í góðu formi, sem gott, því að ég ætla að draga þig mjög erfiða þrautir. Nú? Já, og sko, þó að þú sért meistarinn á handboltavellinum, þá ég meistarinn á leikjavellinum. Kannast þú við leikinn að klæða sig fullt af fötum og halda blöðru á lofti í leiðinni? Nei, það er fínt, þá ætlum ég að vinna þig. Heyrðu, það sem við gerum, reglurnar eru svona. Við erum hérna með fullt af líkum, þú ert að klæða í þér og halda boltanum á lofti. Og hann má aldrei detta niður, þá ertu búinn að tapa. Blöðrunni þá? Blöðrunni? Já. Ertu tilbúinn? Og ég fari í þetta allt? Farið í þetta allt og ég líka, sko. Við keppum saman. Bíddu. Tilbúinn. Sjá, gerum að tilbúið. Tilbúinn. 1, 2 og... Byrja. Hvernig snýr þetta? Já, svona. Ég er alveg að fara að klára þetta. Nei. Ég... Er þetta ekki komin í? Ég er ekki eins og komin í buxundum, maður. Nú veit ég ekki hvernig þetta snýr. Meisturinn það? Ert þú komin í nánast allt? Já, ég finnst þetta ekki fallegt. Af hverju ert þú svona góður í þessu? Klæðir þið bara svona mótnana eða? Já, ég alltaf því ég busta tennurnar, þá held ég upp blöðru. Já. Eftir hverju manst þú þegar þú varst lítill úr stundin okkar? Ég er lítill strákur? Já. Hvaða atriði svona, hvað fannst þið skemmtilegt að sjá? Hvað myndir þú vilja sjá aftur? Ég horfði mitt alltaf á stundin okkar. Já. Eins og allir litli krakkar. Og ennþá er það ekki? Jú. Já, sjálf. Og mér fannst, gaman að, hvað heit hann? Hann heit Stulli. Hann var svona persóna í stundin okkar. Hann var lítill strákur, var það ekki? Já. Svolítið klöfalegur stundum. Dálítið klöfalegur. Já. Og skemmtilega við þetta var, það er nefnilega pabbi minn. Já, skemmtilegt. Já, og það horfði ég alltaf á, þegar ég er lítill. Þú veist að Spegill, hann getur sýnt þér þetta brot. Hann er með innbyrði tímavél, vissirðu það? Nei. Ég er ekki að grínast. Er þetta ekki löngu búið? Ég get svarað, hann getur náð og sýnt okkur brot úr stundun okkar frá því gamla þetta. Fylgstu með. Spegill, herm þú mér. Fortíðina færi þér. Sjáðu. Halló, Blessaður. ert þú ekki Helga Möller? Jú, ég er Helga. Söngkona? Jú. Það fyrir að syngja? Nei, reyndar ekki. Við erum hérna í barnatímanum, stundin okkar. Og erum reyndar í upptöku. Býtu, hvað heitir þú? Kallaði mig bara Stulla. Heyrðu? Já. Stulli. Ég ætlaði nú bara að fá einu andráttu. Hérna, núna? Er ég að trufla þig? Nei. Bara eftir ykkur enga stund, svo er ég bara á þvottin, sko. Hvað? Þú getur nú líka bara verið áfram. Við ætlum að fara að skoða myndir saman og Helga ætlaði að segja okkur frá því hvað hún sá og gerði skemmtilegt í Eyjafirðinum þegar hún fór þangað í sumar. Vertu bara með, þú er örugglega gaman að því. Sagði ekki bara eitthvað fyrir krakka svona? Nei, okkur fannst þetta mjög skemmtilegt. En þetta allt í lagi? Kannski þú líka? Jæja, það verður ekki annað sagt að maður verður komin í gott form eftir þennan þátt. Alla að vera í mun betur í stakk búin til þess að keppa á Ólympíuleikunum með landsliðinu. Wow! Hvað er þetta að þýða þetta? Fyrirgefðu. Ég hættu með boltana. Jæja, en það er komið á lokum hjá okkur í dag. Og að sjálfsögðu endum við á snillingunum okkar. Það er að segja, eitt af þeim fjölmörgu atriðum sem þið kæru áhorfendur senduðum til mín. Þau eru komin hingað þau Eyþór Andrason og Marta Carrasco. Innilega velkomin í stundin okkar. Takk. Þið eru ekki að keppa í handbolta, er það? Nei. Hvað er það sem þið ætla að gera fyrir okkur í dag? Dansa. Í hvaða dansskóla eru þið? Dansskóla Ragnars Sverrissonar. Já. Hvað eru búin að æfa lengi dans? 1 ár saman. Eru þið búin að vera eitthvað að keppa síðan þið byrjuðu? Já. Eru þið strax byrjuð að keppa? Já. Hvert fóruð þið? Til Blackpool og búin að keppa Íslandsmeistaramóti og hvað. Fóruð til Blackpool í Bretlandi? Já. Hvernig var það? Mjög gaman. Það ekki? Það er örugglega verið svolítið strembið, eða ekki? Strembið keppni? Já. Ég ætla náttúrulega sjálfur að fara meira út í dansin í framtíðina, en ég verður svona getið kennt mér bara svona grunn dansspor. Eða sko, ég náttúrulega kann þau eiginlega flest, en svona aðeins bara upprifjun. Já. Hvað ætlaði að kenna mér? Bara í... Fimmspröfi tja-tja. Já, hvernig eru þau? Bara byrja að fara hlið saman, hlið.
Svona. Já, og svo stiður fram í vinstri. Svona, já. Og Fram í svona. vinstri. Og vinstri. Já. Já. Og svo stígðu í vinstri fótinn. Já. Já. Og hvað gerir þið? Og svo aftur og bak. Aftur og bak? Og svo hliðar saman hliðar þangað. Svona. Já. Og ekki rosalega mikið að nota mjaðmeta svolítið? Já. Er það svona? Þannig að svona. Og svona. Já. Er það svona? Já. Ég er alveg búin að veit. Já. Já, ég held ég að láta ykkur bara dansinn. Hérna, ég segi bara gjörðu svo vel, sviðið ykkar. Eyþór og Marta, takk kærlega fyrir komin í stundun okkar. Og Siggi Eggerts, takk kærlega fyrir handboltakennsluna. Við sjáumst aftur hress og kát í næsta þætti. Verið þið sæl.